En flugstjórar eru ólíkir flugumferðarstjórum að því leyti að hingað til hefur ríkt sátt kjör þeirra. Það kom því flestum á óvart að frétta af klofningi innan félags flugstjóra og hér við hlið mér stendur Friðrik Oddsson flugmaður og formaður félags hafnfirskra flugmanna, skammstafað FH. Segðu mér, Friðrik, nú kynni mörgum að þykja það skrítið að innan stétta sem stöðugt á ferð og flugi skuli spretta upp sérstakt fagfélag innan eins ákveðins bæjarfélags. Já, nei, við erum ekki bara að tala fagfélag, við viljum líka tala félag sem stofnað til framtíðar í flugmálum. En hafnfirskir flugstjórar, hvað hafa þeir fram yfir aðra? Nú hefði maður til dæmis ekki haldið að Hafnarfjörður væri það stórt byggðarlag að það hefði þörf fyrir sérstakar flugsamgöngur. Já, það mætti nú alveg athuga það. Athuga hvað? Ég held að sé komin tími á sér hafnfirskt flugfélag, það yrði álitlegur kostur í samgöngum innanlands til dæmis. Sér hafnfirskt flugfélag? Já, það var ekki munur að geta flogið á milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur, heldur þurfa að skrölta þetta í bíl. Það þyrfti að byggja flugstöð í Hafnarfirði. Jú, það liggur í augum uppi. Maður þyrfti að kaupa sér flugmiða á flugvellinum, tékka inn farangurinn sinn, labba út í vél, spenna sætisólarnar, vélinn þyrfti að búa sig undir flugtak, hún þyrfti að keyra síðan út á brautarenda og hefja sig til flugs. 10 sekúndna flugs til Reykjavíkur, þá þyrfti maður að halda kyrru fyrir í sætum sínum þá til vélinn staðnæmdist fyrir utan flugstöðarbygginguna, labba úr vélinni út á Reykjavíkurflugvelli, inn á flugstöðina þar og bíða eftir farangurinn sínum. Já, þannig einmitt þessum flug gengur út á. Já, allt tekur þetta mun lengri tíma heldur en að skrölta þetta í bíl eins og þú orðaðir það. Þar fyrir utan þá Reykjavíkurflugvöllur lengst út í Skerjafirði en Hafnarfjarðarstrætó stoppar bæði í miðbænum og á Hlemmi. Auk þess sem það yrði miklu dýrara að fljúga. Finnst þér þetta asnaleg hugmynd? Já, mér finnst það! Já, ég vissi þetta myndi aldrei virka. Ég verð að fara að hætta að láta strákana spila svona með mig, þetta gengur ekki.